Kæru vinir, það líður að jólum og við erum farin öll að hlakka til. En það nú einu sinni þannig að við höfum mismikið á milli handana til þess að halda heilu og hátíðleg jól. Og við ætlum aðeins að ræða það og til mín eru komnar það Eydís Ösp Eyþórsdóttir sem starfsmaður velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis og Bergrún Ósk Ólafsdóttir sem verslunarstjóri Hertex á Akureyri. Sem bæði vegi uppáhaldsbúðin mín í heiminum. Langbesta búðin í bænum. Þetta langbesta búðin í bænum. En verið hjartanlega velkomnar stöllur. Takk fyrir. Ég geri ráð fyrir að þið þekkist í ljósi þess hvað þið starfið. Já. Er það? Þið meiri sér alveg í Unison bara. Já. Þetta var mjög synkronæst. En það er mörg að huga og hver eru ykkar verkefni núna á aðventunni? Til dæmis varðandi, ég veit að þið ert búin að setja laggirnar eða ekki, ert að starfa að verkefni varðandi matarsóun eða komið veg fyrir slíkt? Já, sem sagt í raun og veru þá er þetta samstarfsverkefni Hjálpræðishersins á Akureyri, Vistorku og Akureyrarbæjar til þess að sporna við matarsóun og láta gott að sér leiða á sama tíma. Það sem í raun og veru við munum gera og erum byrjað að framkvæma og getum nú þegar tekið á móti er að sporna við matarsóun með þá veitingahúsum, veisluþjónustu höldurum og verslunum og þeir koma þá í raun og veru bara mat áleiðis til okkar inn í sérstakt velferðarrými í Hjálpræðishershúsinu sem verið að gera geggjaðar endurbætur á og svo sem sagt í raun og veru pökkum við þessi matabakka sem að sjálfsögðu mega fyrir moltuúrgang og afhendum þeim sem minna mega sín. Þannig að við munum bara við ætlum bara að orða það þannig, við ætlum að gera þetta okkur menn stegi næstu því, vonandi, að vonandi munu allir sér aðeinar leggja okkur liðshönd, að geta bara að posta á samfélagsmiðlum og annað, eru með 40 skammta í dag og þá getur bara aðeinar koma og náðu sér í mat. Dásamlegt, og er þetta byrjað? Við erum byrjað að taka á móti vörum í frysti og okkur vantar þurrvörur, við sendum alveg ákall líka til þess. Ok, við auglýsum eftir þurrvörum. Já, og þetta eru núna komnir yfir 36 aðilar sem munu verið í samstarfi með okkur. Dásamlegt. Þannig að og þarna með þessu erum við líka að bara hugsa umhverfi okkar og náungan vegna þess að oft þegar að neyðin er mikil þá er erfitt að kalla eftir hjálpunni. Já, það er það. Þarna er þetta bara auðveld og beinleið einhvern veginn. Hugsu við þetta og líka þetta að við hugsum kannski aðeins lengur en nef okkar nærstundum varðandi innkaup og varðandi það hvað við gerum við matinn okkar. Já. Og það held ég að sé mjög gott fyrir bara allt samfélagið. Ég held við getum öll litið eigin barm hvað þetta varðar. Auðvitað er þetta umhverfisvænt sem náttúrulega svo dásamlegt en því miður það verður ekki hægt að horfa fram hjá því að það eru margir sem að þurfa og þiggja þessa aðstoð. Það ætti ekki að vera þannig en það er þannig. Eins og þú væntanlega þekkir í þínu starfi, Eydís. Já, það er við erum velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæðis. Við erum núna að vinna í jólaaðstoðinni og velferðarsjóðurinn samastendur af Hjálpræðishernum, Rauða krossinum, Hjálparstarfi kirkjunnar og Mæðrastyrksnefndar á Akureyri. Og við erum búin að vera núna bara á fullu að taka á móti umsögnum og sinna fólki og þetta eru svipaðar tölur voru fyrra. Við vorum með yfir 400 umsóknir fyrra og við erum að horfa á það sama í ár. Já. Þannig að við sjáum það alveg að ástandið er ekkert betra þó maður náttúrulega hefði óskað þess en við náttúrulega vorum búin að undirbúa okkur undir það að ástandið var ekkert betra. Nei, einmitt. Og þetta er í formi hvernig er þetta er í formi korts? Já, og matargjafa líka. Við erum bara búin svo vel að eiga svo flott fyrirtæki og flotta einstaklinga sem að styðja við okkur. Þannig að við getum aðstoða fólk með bónuskorti eða samkaupakorti eða svona fyrir eftir hvar á Eyjafjarðarsvæðinu fólk er statt. Og svo höfum við fengið frá hvað var það, KS, Kaupfélag Skagfirðinga, fengum aðstoð í fyrra frá þeim, fengum aðstoð aftur núna. Já, frábært. Þannig að við getum úthlutað og svo fáum við. Og Samherji líka. Já, bara
þvílík samstaða. Þetta er bara frábært, skilur að við hérna á Eyjafjarðarsvæðinu eru svona heppin að eiga flott fyrirtæki sem að styðja við. Nei mitt, þetta er ásvonlegt. En það er náttúrulega svo sem að fleira að huga líka, þú veist, ekki bara matnum heldur gleðinni líka og nú fyrir nú að styttast í að þeir bræður koma fjöllum. Nákvæmlega. Ég frétt að þú þið setti í hlutverk aðstofamanns þeirra. Já, aðstofakonu. Hertex, sérst, hvað ég að segja, réði sig sjálfkrafa sem aðstofarmenn jólasveinsins. Já. Ég vil orða það þannig, eða sérst, aðstofarmanna jólasveinsins, ef ég ekki orða það þannig. Jó, akkurat. Og við veitum ekki hvað hún að tala um. Nei, alls ekki. En sérst, jólasveinin getur mætt til okkar, sérst, í Hertex og til þess að undirbúa þessa 13 morgna. Akkurat. Gegn mjög vægu gjaldi. Já. Þannig að það ætti að vera hægt að gleðja öll börn. En þess að börninu á Akureyri náttúrulega fá að sjálfsögðu ekki kartöfluskóinn. Nei. Er ekki þannig? Hér heiða sér allir vel og eru hlýðir eins og Ásthildur koma innan fyrir ári síðan. Akkurat. Já. En það sem mig langar líka að taka fram í þetta er mitt fyrsta ár. Já. Með Velferðarsjóðnum. Með Velferðarsjóðnum. Já. Og það sem ég kynntist henni heiti sig. Er það semst að þetta er náttúrulega í formi matar og matarkorts. Já. Og svo semst fá þau semst aðgang að Hertex. Þetta eru 3 dagar þar sem Hertex er lokað. Það þarf að gera það út af COVID núna. Og geta þá fengið jólaföt á fjölskylduna. Já. Og svo má líka nefna, fatið í eldhúsi. En svo má líka nefna að á sama tíma er Rauði krossinn með sína búð sem lokaða einnig út af COVID þessa 3 daga og fólk getur sem er að sækja aðstoð getur farið þangað líka. Það sést í samvinnu verkefni á milli. Akkurat, og hvenær er þetta? Næstkomandi mánudag, þriðjudag og miðvikudag, 13. til 15. desember. 13. til 15. desember. Já. Akkurat. Dásamlegt. Kærar þakkir fyrir komuna, góðu konur. Takk og gangi ykkur vel í þessum verkefnum. Takk fyrir það. Gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð og gleðilega aðventu. Já, gleðilega aðventu. Við sjáumst eftir smá.